Næsta dagskrás, það Glerárvirkjun 2, umsókn um framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg. Til máls tekur bæjarfulltrúi Andri Teitsson. Var það ekki? Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Forseti kom mér hérna ánægjulega óvart með því að fela mér að hafa framsögu þetta mál. Þetta liður 7 í fundargerð skipulagsráðs dagsettri 12. desember 2018. Erindi dagsett 4. desember 2018 þar sem Anna Bragadóttir hjá Eflu verkfræðistofu fyrir hönd Fallorku sækir framkvæmdaleyfi fyrir göngustíg frá Hlíðabraut að stöðvarhúsi Glerárvirkjunar 2. Skipulagsráð hefur yfirfarið meðfylgjandi hönnunargögn vegna framkvæmda við göngustíg frá Hlíðabraut að stöðvarhúsi Glerárvirkjunar 2 sem í samræmi við samþykkt aðal- og deiliskipulag og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja að gefið verði út framkvæmdaleyfi. Framkvæmdir skulu vera í samræmi við 24. grein lögreglu samþykktar fyrir Akureyrarbæ en þar eru ákvæði farmflutninga og hreinsun ökutækja áður en farið inn á malbikaðar götur. Og bara rétt til skýringar að þarna að ræða 200 metra kafla frá Hlíðabraut og niður að þessu nýja stöðvarhúsi sem gengt möl og sandi við Glerá. Og þarna var ekki komin neitt göngustígur og það meiningin að gera bæði göngustíg frá strætóstoppistöðinni sem þarna við Hlíðabraut og niður að húsinu en einnig á vonandi næsta sumar að gera svolítið veglegri leið undir Hlíðarbrautina. Þannig að við rétt að komast af þessum mikið notaða göngu- og hjólastíg meðfram Hlíðabraut og Þingvallastræti undir bílaveginn og inn á Glerárdal án þess að fara yfir neitt bílveg. Takk. Það bæjarfulltrúi Andri Teitsson lokið máli sínu, orðið laust. Sem enginn hefur hvart sér hljóðs, þá þeir sem geta samþykkt tillögu skipulagsráðs, merki. Það 11, takk fyrir það.